áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og ætlum aðeins að forvitnast nýsköpunarmiðstöð á Sauðárkróki. Og til mín kominn Ingi Vífill, velkominn. Sælblessuð, takk fyrir. Nýráðinn í starfið á Sauðárkróki. Mikið rétt. Bara hvað, hálfur mánuður eða? Jú, ég búinn að búa á Sauðárkróki núna í hálfan mánuð. Ja, og hvernig ferðu þig? Mér finnst það æðislegt. Já. Ég bara rosalega hrifinn. Ég bjó í Breiðholti áður ég flutti hingað og mér finnst svo magnað að þegar maður leggst á koddann á kvöldin að það þögn. Já. Það engin bílar niður, það engin löggubíl sem að keyrir niður Seljabrautina. Það bara þögn. Það bara dásamlegt. Það magnað. Já. Og þú ert að taka við þá nýju starfi á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Jú, mikið rétt. Já. Og þetta hefur ekkert verið áður á Sauðárkróki? Það hefur verið starfsmaður á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar á Sauðárkróki áður. Nú, já. En það hefur legið niður töluveren tíma núna og svo kem ég núna inn aftur og það bara opnaðist þessi stað og ég tók við henni og fékk hana réttara sagt. Já. Og markmið stöðunar, markmið míns starfs bara að efla nýsköpunarstarf á norðvesturhorninu og ég vinn í þéttu samstarfi við SSNVAF. Já. Þannig að við erum tvær deildir sem erum að efla nýsköpun á svæðinu. Erum meðal annars núna með vinnustofur sem heita Stafrænt forskot. Þær eru samstarf á milli Byggðastofnunar og Nýsköpunarmiðstöðvar og fleiri held ég rétt. En sem eru rauninni bara bootcamp í stafrænni markaðssetningu fyrir sprotafyrirtæki á svæðinu. Þannig að það allir mættir bara til að reyna að læra hvernig á að ná Facebook og Google og öllum þessum stafrænu vefmiðlum. Og í rauninni, þetta bara staður þar sem maður sest aðeins og hugsar fyrirtækið sitt, hugsar vörumerkið sitt, skoðar það og við vinnum það áfram saman. Þetta svona að setja fyrirtækið sitt aðeins til smásjá. Já. Og eru mörg fyrirtæki að nýta sér þetta? Það voru tæplega 30 fyrirtæki úr Skagafirði. Þannig að bara þáttakan var bara framar vonum. Og þetta svona breiður hópur, þetta alls konar? Þú veist, við erum að tala allt frá safni til svona húðskrúbb, húðvörur. Það bara breiddin þvílík í Skagafirði. Maður sér þetta ekki í bænum, Nei, varstu hissa á þessari fjölbreytni? Virkilega. Fyrsta lagi var ég náttúrulega mjög komið skemmtilega óvart að það skyldi vera svo mikið þáttaka. En svo náttúrulega bara, breidd á verkefnum. Og ég held að það sé bara gríðarlega mikið af sóknarfærum. Já, frábært. En hver þinn svona bakgrunnur? Þú varst ekkert að vinna hjá Nýsköpunarmiðstöð áður en þú komst hingað eða hvað? Nei, ég bara nýr starfsmaður hjá Nýsköpunarmiðstöð. Ég skriftarkennari á fyrirtæki í bænum sem heitir Reykjavík Lettering og kalligrafir eða skrautskrifar og starfaði við það að kenna skrautskrift og gaf út skriftarbók og fleira. En grafískur hönnuður að mennt og hef undanfarin ár aðstoðað lítil og meðalstór fyrirtæki við það að vera í þessum startup fasa. Hef þá aðalega verið á myndrænu hliðinni að aðstoða þau við að útbúa ímyndina sína, búa til logóið, búa til markaðssóknina, búa til heimasíður og fleira slíkt, búa til umgjörðina. Þannig að núna í rauninni, ég ekki grafískur hönnuður hjá Nýsköpunarmiðstöð, en kem svo inn á hina hliðina, en get þá aðstoðað fyrirtæki við það að hefja saman. Ertu með bara allan, 360 gráðurnar, einhvern veginn? Já, svona 360 gráðu gaur, Já. Heyrðu, þetta frábært. En að vera einn svona fyrir Nýsköpunarmiðstöð, ertu ekkert einmana eða ertu í svona samvinnu við einhverja aðra góða? Nú náttúrulega svo heppinn að það gríðarlega þétt ofið teymi hjá Nýsköpunarmiðstöð. Það starfsmaður á Ísafirði, starfsmaður í Vestmannaeyjum og hér á þar á landið. 3 hér á Akureyri held ég? Jú, 3 á Akureyri vissulega. Og við höldum reglulega símafundi, hittumst, erum á deildafundum í bænum. Þannig að það bara þétt ofið net, en svo náttúrulega ég svo heppinn að vera líka með starfsstöð hjá Byggðastofnun. Það sem rosalega skemmtilegur hópur. Þú ert ekkert einn í heiminum? Nei, svo sannarlega ekki. Og það líka gott, því að náttúrulega Byggðastofnun að vinna með mjög mikið af nýsköpunarverkefnum þar sem ég get þá komið inn og annað gefið álit eða Það þarf að starfa svolítið þvert á allt saman. Það þarf að vera það. Enginn maður eyland. En frábært. Og sérðu fyrir þér alls kyns nýjungar eða tækifæri eða möguleika eða gengur bara inn í eitthvað svona sem eða þarftu ekki svolítið að móta þetta starf eða hvað? Jú. Náttúrulega sumt af þessu frumsköpum þar sem maður bara að skoða, hvað ætlum við að gera? Og auðvitað móta starfið fyrst og fremst frá hvaða verkefni á svæðinu.
og náttúrulega fyrsta mál á dagskrá eru þessar vinnustofur sem heita stafrænt forskot. Sem í gangi núna þá eða? Sem í gangi núna, önnur vinnustofan núna 11. og 3. En svo verður, þetta bara árlegt, þannig að fyrirtæki sem að kannski sjá þetta núna og vilja... Það fyrir bara 39 fyrirtæki á næsta ári? Til dæmis. Þannig að það náttúrulega mótar svolítið mikið út frá þeim hvaða verkefni er á svæðinu og hvaða verkefni er í gangi nú þegar, hvar ég get aðstofað. Og að sama skapi veit ég að það eru líka verkefni núna hjá SSNVAF sem ég mun svo koma inn í og aðstofa við þar, sko. Þannig að, en þetta er fyrst og fremst þá svona markaðssetningarverkefni og svona eflingu þess og náttúrulega innan Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er mjög mikið af úrræðum fyrir frumkvöðla. Þannig að ef það er fyrirtæki á svæðinu sem er kannski komið á fremsta hlunn með það að sækja inn á Evrópumarkað, þá getum við aðstofað við það að koma fyrirtækjum, segjum að sem svo að það sé, ég veit það ekki, bara húðvörurnar, skilur, sem ætla að komast inn á Ítalíumarkað eða eitthvað þannig, þá myndum við aðstoða við að komast í samband við PR-stofu á Ítalíu og svona hjálpa þeim að þróa það verkefni. Nýta ykkar tengslanett. Akkurat. Og það eru ýmiss konar verkefni, svo er eins og verkefni hjá Nýsköpunarmiðstöð sem heitir stjörnusbrotar og það eru þá fyrir fyrirtæki sem eru komin upp úr startup-ferlinu og eru að byggja sig áfram. Þá er gerður samningur eftirfylgni í átt að til dæmis eins og rannís-umsóknum og eru þá að fá stuðning og styrk alla leið. Þannig að það er ýmislegt. Fullt að gerast. Heldur betur. En þú ert náttúrulega bara, eini starfsmaðurinn þarna, þarft bara að skipuleggja þig svolítið vel og einhvern veginn að... Já, sko ég er náttúrulega alltaf starfsmaður mánaðar eins og Sauðárkróki. Við skulum hafa það alveg á hreinu. Já, en eins og ég segi, þetta hefur bara gengið rosalega vel og það er líður vel að vinna með starfsveit hjá Byggðastofnun. Þetta hefur, og ég er náttúrulega alltaf í góðum tengslum við fólkið í Reykjavík, þannig að en það leggst bara vel í þig? Bara rosalega og bara enn fremur skemmtilegt að vera komin í Skagafjörð. Ég hef aldrei búið út á landi áður. Ég ætla einmitt að spyrja, finnst þér þú græða einhverja mínútur eða klukkutíma í daginn á því að búa þarna? Svo var reynda mjög fyndið. Ég veit, það var samstarfsmaður, eða það var aðili sem vinnur inn á Byggðastofnun sem sagði að hann þyrfti að drífa sig að hann vildi ekki lenda í fjögurtraffíkinu. Og ég bara, fjögurtraffík á Sauðárkróki, þetta hef ég aldrei heyrt. Og sá svo fjögurtraffíkina og það var bara, þetta var engin fjögurtraffík, ekki með við fjögurtraffík. Voru þetta 10 bílar kannski eða? Svona þar bíl. En það er náttúrulega, það miða allir við sitt svona. Að sjálfsögðu. En frábært að fá þig í þáttinn og takk fyrir að koma og biðjum bara heilsa á Sauðárkrók og gangi þig vel. Kæra þakka fyrir. Takk fyrir.